Já, Sváli, við vorum með spurningu í loftinu núna síðasta sólarhringinn á vísi.is og bylgjan.is og þar spurðum við, dregur þú saman útgjöld eða eykur yfir sumartímann? Og svaramöguleikar voru, sem sagt, engin breyting, eyk útgjöldin eða dreg saman. Minnsta kakan hvað heldur við? Dreg saman? Já, það eru 7,5% sem draga saman. Okay. Næst stærsta eru þeir sem auka útgjöldin, það eru 40%, 40,1%. En engin breyting segja 52,5%. Ég reynda, það kemur pínu á óvart. Já, en þetta samt alveg 40%. Já, sem að auka útgjöldin. Já. Ég bara held að það væri, 80%. Já, við erum alltaf að bæða þessum stað. Já, ég var náttúrulega bara svo illa gefin, sko. Ég fer þessa leið. Við erum með búin að tala mikið svona verðvitund í þessari viku þegar þú ert nýkomin frá Spáni, Sváli. Já. Og við fórum út að borða í hádeginu, ætlum ekki að nefna staðinn, en bara svona miðlungsstaður. Það var ekki rauðvín og hvítín með matnum, ég get alveg sagt það. Akkurat, þú bara, eitt gos og ég fekk með vatn og svona og þetta kostaði 5.700 og þú eiginlega svona söpst kvæljur. Já, þetta sko, þegar maður er einn úti þá, náttúrulega, þar er maður í samfélagi sem er náttúrulega, peningurinn sem að þú hefur milli handana þar er ekkert mikil, það er alveg dýrt fyrir heimamann að fá út að borða. En fyrir mig, þá er það bara grín, að fara að borða þar. Af því að kaupmátturinn minn frá Íslandi er miklu meiri. Og ég get leyft mér þá að vera einn þar að borða á hverjum degi og það er eiginlega ódýrara heldur en að fara í búðina ef úti það er farið, Þannig að, já, mér finnst þetta svolítið háa tölur, en ég held svona, samt í alvörinni ef maður talar kaupmátt, þá er ekkert svona mikil munur, sko. Þá er alveg dýrt fyrir meðal Spánir að fara að borða. Já, en taldi svona sumarið og því að maður veit alveg að desember er dýrasti mánuðurinn og maður gerir ráð fyrir því var alveg bara búin að undirbúa sig eiginlega í janúar allavega ég og það er maður einhvern veginn búin að hagræða sínum málum en mér finnst einhvern veginn sumar útgjöldin alltaf koma í baki á mér það er svona koma óvart hvað maður er að eiga miklu útgjöld koma í baki á mér, já, það er annar mál og við komum alltaf meira óvart það er alveg lögrétt og ég gef í nú er bara sumarinn, nú gef ég í sko. Ég held ekki aftur á mér sko. En þú fórst til Vestmannaeyja núna daginn og það kostaði skildingin á þess að þú einhvern veginn gefði grein fyrir það var ekki mikið að pæli, það bara búið að kaupa bátinn einhvern veginn í vetur fyrir bílinn og fólki og eitthvað svona og það var bara einhvern veginn í febrúar eða eitthvað og það var ekki lungu eftir að hugsa það svo kem ég til Eyja og þannig að gerir maður að vera út að borða allan einu sinni og eitthvað svona og svo tjaldsvæði sem er bara, og notabenni frábæra aðstæði í Vestmannaeyjum, bara á tjaldsvæðinu og allt það, en það kostaði þess að 19.500 3 nætur, sko. Já. Ég ætlum sér ekki alveg vona því. Nei. En góð aðstæða, við bara koma því að framfæri líka. Þannig að þú veist, útgjöldin eru há og svo dettur þú fram hjá sjoppunni eða þessum stað og ákveðra borðafjölskyldan eða eitthvað, þú veist, það er alltaf 20 eða... Ef það er gott veður, þá er einhvern veginn bara verður maður að grilla og það er ekki 20 skall, sko, fyrir fjölskylduna. Þannig að það eru örugglega, sko, erfiðara fastmóta budgeti fyrir sumarið á Íslandi heldur en í útlöndum. Já, eða hvað, hann er komin til okkar, Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is, vertu velkomin. Takk fyrir kærlega. Hvernig svarar þessari spurningu? Já, ég bara tek undir allt sem þið eruð að segja. Að þetta er eins og þú segir réttilega með jólin að við vitum þó allavega nokkurn veginn hvernig þau verða. Við vitum hvaða útgjöld þau eru nákvæmlega en sumari getur verið misjandi, það getur líka verið svolítið handahófskemmt. Ég held að það sé ekkert óeðlilegt á Íslandi að við séum svolítið að grípa tækifæri, svona eins og veðrið er að leyfa okkur og gefa okkur og tækifæri og hvað alla vinn er að gera og það er kannski ekki alveg eins fast mótað nema auðvitað þegar við erum að skipuleggja ferðir og þá eins og þú sagði Svali sko, ef við erum að fara til útlanda þá er kannski stærri hluti útgjaldana fyrirfram á hreinu. Við vitum, við erum búin að panta okkur hótelið og bílinn og einhverja nokkra hluti sem við ætlum að gera vegna þess að við erum að fara á nýja stað og við erum búin að taka frá kannski einhvern gjaldeyri fyrir ferðalagið við munum fara út að borða vegna þess að við erum í útlöndum þannig að við vitum sér hvað það kostar Já, þannig að við höfum kannski eða ættum að geta haft örlítið betri hugmynd það hvað það mun kosta heldur en það að koma heim í glampandi sól og 13 gráðum í Reykjavík skilur og ætla bara að fara beint og kaupa á grillið og eða rífa fjölskylduna og tjaldvagnin eitthvað af staði yfir helgina og vera allt innum komin í Ásbyrgi 150 skall fátækari sko, því að maður þurfti að koma við og kaupa eitthvað sem vantaði og allt einhvern veginn kemur á óvart og það er náttúrulega þegar maður fer til dæmis inn í bensínstöð á Íslandi á ferðalagi þá er lögbrot að koma út nema að vera búin að eyða allavega 5.000 krónur. Það er bara svolítið svoleiðis. Maður þarf að halda veskið. Já, og ég get alveg ímyndað mér að þetta sé að jafnaði miklu ófyrirsjáanlegra.
það dýrt að vera á Íslandi, það líka dýrt fyrir Íslending að ferðast landið en við höfum kannski ekki alveg við elskum það og það yndislegt og það æðislegt en við viljum að það sé til fyrir því Já. En hvernig, ertu með eitthvað góð ráð fyrir svona hinn almenna Íslending sem í þessum sporum? Ég held að það sé kannski að fyrsta skrefið bara við séum svolítið meðvituð það kannski svolítið pakki að vera að fara þetta ferðalag. Við ætlum að skjótast inn á vestur, já það einhver smá pakki, eigum við kannski að setjast niður í bara 5 mínútur og hafa einhverja tilfinningu fyrir því hvað þetta að fara að kosta. Að sýna svona smá fyrirhyggju í því að vera að bóka gistingu og annað og bera saman bara eins og við gerum þegar við erum að fara til útlanda en líka að tryggja að það sé til fyrir þessu og þess vegna ekkert vittlust þegar við erum almennt að setjast yfir heimilisfjármálin okkar og erum að taka frá peninga, við erum að taka frá fyrir því að geta endurnýja bílinn einhvern tíma, við erum að taka frá fyrir ferðalögum, fyrir jólin við erum svolítið meðvituð það að sá hluti þessa heimilisbókald sem á að fara í ferðalög eða bara frí, sumafrí, jól og slíkt, að hann gæti innihaldið aðeins meira en við höldum hérna innanlands og þá ætti þetta ekki að þurfa að koma okkur óvart vegna þess að við erum öðruvís en margir aðrir. Þú veist að tala á Spáni þegar að Spánverjinn fer út að borða það getur vel verið að hlutfarslega sé það að kosta hann alveg jafn mikið og fyrir okkur Íslendinga að fara út að borða á Íslandi getur verið að svona í kaupmætti sé þetta bara það sama. Svipað kannski. Málið það að ef hann á ekki fyrir þessu ef þetta kemur honum á óvart að þá tekur hann lán sem auðvitað alveg afleitt að hann þurfa að gera en hann það kannski ekki vera að borga 15% vexti af því lánin eins og við erum að gera. Þannig að það ákaflega stór og mikil og drastísk og dýr ákvörðun á Íslandi að ár eftir ár sé þetta að koma okkur það mikið á óvart að við þurfum að vera að ýta á undan okkur kreditkortareikningi eða yfirdrætti á 15-16% vöxtum vegna þess að það eðli málsins samkvæmt mun gera næsta frí erfiðara og það næsta frí ennþá erfiðara ef við temjum okkur þetta. En við verum að rífa í handbremsuna og fara það bara að safna fyrir þessu og láta okkur hafa það, hlutinir eru bara orðnir dýrari. Já, þú hefur talað neyðarsjóðinn, góða. Já. Þú rættir aðeins hann bara hérna í byrjun árs, þá átti ég ekki neyðarsjóð og bara við segja ekki hvað það var. Búinn svona aðeins, hann komin, hann svona svolítið feitur, kannski ekki eins feitur og þú hérna fórst hvað það ekki, 2 milljónir, upp í 2 milljónir 500 til 2 Já. Það á hérna góðri leið einhvern veginn, þú veist þetta kemur en þetta breytir algjörlega leiknum sko. Já, líður ekki bara aðeins betur ekki eins róleri? Jú, aðeins róleri og maður með sparnaðareikning sem læstur ef það kemur eitthvað óvænt upp þá náttúrulega getur ekki fengið beint úr af þeim reikningi, þannig að þú ert með neyðarsjóð og þá ég hugsa ég þetta bara þannig að ég tek lán frá neyðarsjóðunum mínum þannig að ég í skuld við hann, en þar engir vextir Einmitt. Þetta akkurat galdurinn, hugsaðu hvað þú varst að spara þér með því að gera þetta ef eitthvað klikkar, ef mánaðamóti gangi ekki upp þú ert ekki með lausafé til þess að greiða það sem að þú verður að greiða og þú tekur lán hjá sjálfriðir í staðinn úr neyðarsjóðnum þá hefur þú fengið vexti á neyðarsjóðun á meðan hann var að safnast og meðan hann láð þarna inni og þú fær þessa peninga vaxtalaust og svo skilar þú þeim bara einhvern veginn setna þegar þú hefur rými til þess. Hugsaðu þegar við temjum okkur að gera þetta, hvað við náum að forðast mörg afleit og dýr lán. Nú, hérna, ég veit ekki alveg hvað sveipur þetta að falla. Mér finnst þið svo skynsrum. Bara taka lán hjá sjálfum þér og eitthvað sem minnst það svo geggjað. En já, þetta náttúrulega frábært og það krefst þess alveg og þú þurfur að gera þetta eins og þú gerir Hugrún og alltaf, en það eru rosalega margir sem eiga erfitt með að fara að stað með það, skilur þú? Já, þetta maður þarf einhvern veginn bara að rífa plásturinn af og vantar agan, nefningin að en þegar þú ert komin á staðinn, þegar þetta er komið, þegar neyðarsjóðurinn er komin þá þetta sé, byrjaði bara á 50, 100, 200 kalli ef þessi peningur er komin þá 90% af vinnunni bara búin. Já, bara, þú veist, ég ætla að eiga 300.000 í desember eða eitthvað. Já. Eitthvað svona. Já, og þá gerum við þannig að við höfum þennan, við reynum alltaf að taka frá fyrir því sem okkur finnst líklegt að við munum þurfa. Eins og til dæmis fyrir desember, jólin eru eða desembermánuður að jafnaði 20% dýrari í engarneyslu heldur en hinir 11 mánuðinir að jafnaði. Já. Það þýðir að íslensk heimili verða öll að safna fyrir jólunum. Já. Það bara er þannig. Ef maður ætli hreinlega bara ekki að halda upp á jólin, þá þurfum við að safna fyrir þessu. Neyðarsjóðurinn fer ekki í þetta nema eitthvað klikki. Nema sko að sparnaðurinn hafi ekki dugað til og við séum hérna 1. janúar að átta okkur á því að taka hérna saman drasli út í garði og að átta okkur á því að við getum ekki greitt reikningin. Þá björgum við okkur með neyðarsjóðunum. En neyðarsjóðurinn hefur þetta hlutverk að
í 95% tilfella þurfum við ekki að bjarga okkur með neyslulánum, því að neyslulán er óvinnurinn sko. Og þá er neyðarsjóðurinn lausnin við þessu. Við erum sjálf að bjarga okkur. Við þurftum bara einu sinni að ná að búa til hennar neyðarsjóð og í flestum tilfellum heldur fólk síðan bara neyðarsjóðnum. Þó það gangi aðeins á hann, þá fyllir það aftur upp í hann. Er ekki til eitthvað töflur við þessu? Þú veist, það er svo ég á pening, þá verði ég að kaupa þetta. En ég get sagt, ægin er ekki mitt sterkasta vopn á vorunu. En bara ég byrjaði á þessu og þegar við töluðum þetta þarna og svo fyrst mér bara vera svona í Monopoly-leik og ég er líka banki og eitthvað svona, en það verður skemmtilegt, ég þarf að hafa gaman þannig að þetta ekki gangi upp, sko. Annars var það Ég er að nota þetta niður, þetta er skemmtilegt, Monopoly. En hver er svona, þú veist, hvaða útgjöld koma fólki mest á óvart í lífinu? Sko, það sem vegur þungt, það sem að vegur þungt og hefur oft orðið til þess að velta fólki svolítið, það sem að sér oft er upphafspunkturinn á því að fólk fer svona aðeins að fara út fyrir veginn og leiðin út í skurð, það eru bílar oft, það er sem sagt það þarf að endurnýja bílinn eða hann bílar eða sjálfskiptingin fór það þarf að skipta hjólbarða það er oft mjög stórt en það eru líka svona það sem maður myndi kalla bara minniháttar hluti sem að teknir að láni, það er tölvan eða síminn, það brotnaði og bilaði og ég þarf að kaupa mér annað og það er eins og það sé ekkert annað í boði, ég bara verða að kaupa, ég get ekki verið án tölvu, get ekki verið án síma og það kostar 200.000 krónur eða hvað það er og þarna er fólk komið í smá mínus og ísskápurinn dó. Akkurat, það eru þessir venjulegu hlutir, maður er líka farin að sjá svolítið mikið svona þetta þar sem að þér finnst þú vera að missa af miklu, maður er farin að heyra ótrúlegustu sögur til dæmis af sko fólki sem finnst að bera ykkur ákveðin skylda til þess að fara í brúðkaup til útlanda, til vina sinna eða að það þurfi að taka þátt í einhverju svona dýru, það er að fara í eitthvað með vinafólki til dæmis sem það á ekki fyrir og allt svona er bara farið að kosta svo mikið en leiður farin að rúlla niður segjum að verið 200.000 kall fyrir síma, þú varst ekki með neitt svigrúm þann mánuð en 200.000 kall er allt í einu komin í mínus og síðan tókstu þér hérna bílalána því að þú varst ekki búin að safna fyrir því að þú komið með kannski 2,2 síðan og svona fer þetta dýfka að þá kemstu kannski svolítið fljótt þrátt fyrir þetta hafi bara verið eðlilegur heimilisrekstur, getur við sagt, eða venjuleg heimilisútgjöld þá ertu komin að þann stað að kostnaðurinn við þetta, þú þarft áfram að reka þitt heimili og borga af þessu og borga himinháa vexti og þarna verða hlutin svo erfiðir en það er alveg magna hvað það er og oft það sem maður myndi kalla bara venjulegar ástæður fyrir því að fólk lendir í vanda. Já, svo er ég alveg haldinn sko 0 verðvitund hvað er að borga fyrir ef það eru lán eða þú kaupir vexti af þessu eða hvað þú veit með ég gerði með þann ógrygg eða greiða mögulega að telja saman hvað ég með áskrift af Guð hjálpi mér. Það er bara mjög holdt. Það var bara, mögulega, en það var áfall. Já. Þegar ég sá hvað var háu upp að. Já. Er það ekki gott ráð að fara yfir þessi útgjöld og aðeins svona taka til? Jú, það er meira að segja, sko, það er til eitt ráð sem að sumi grípa í sem að hafa kannski orðið pínu áhyggjur af þessu eða vilja smá aðstoð við að taka til í þessu. Það er bara hreinlega að fá sér nýtt kort. Check. Já. Þá þarf að endurstilla allar áskriftir og allt saman. Þú þarft að skráði í allt upp og nýtt eða tengja. Ég gera það. Já. Bara nýtt kort, það er tínt, annað, máli leist. Þetta getur hjálpað. Já, sko hann er Björn bara búin að leysa öll þín mál. Já, þannig séð. En alltaf gott og gaman að tala við þig. Við verðum að fá þig bara aftur innan skams. Við erum ekki búin að klára allt sem var á listanum minni hjá okkur. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi hjá björnberg.is. Takk kærlega fyrir komuna.